Nú langum við að bjóða fyrsta aðalásvið hjá okkur og það hann Tómas Njáll Möller sem stjórnarformaður Festu. Hann hefur gegnt í hlutverki undanfarin 5 ár og setið sem formaður lengst allra hjá Festu hingað til. Hann líka yfirlögfræðingur hjá Lífeyrissjóði Verslunarmanna og þið sem þekkið hann vitið að hann alveg rosalega mikill áhugamaður hlaðvörp og góðar sjálfbærnibækur. En hann fyrst og fremst manna fróðastur sjálfbærni regluverk og hvernig það snertir íslenskt samfélag og atvinnulíf. Ef einhver með augun á boltanum í þessum málum, þá það Tómas. Bjóðum hann velkominn á svið. Já, komið þið sæl. Það ekki á hverjum degi sem við erum að ræða markaði sem eru ennþá 95% óplægðir akrar. Það nákvæmlega það sem við erum að gera hér í dag. Það nefnilega 95% fyrirtækja á heimsvísu sem þekkja ekki virðis eða aðfangakeðjur sína nægilega vel, meðal annars hvað varðar áhættu og tækifæri. Og sömu sögu sjálfur sér að segja markaði fyrir sjálfbæra framleiðslu. Vegna sem við skoðum heimsframleiðsluna, þá byggja 92% af henni ennþá á línulegu hagkerfi. Það að segja sækja hráefni úr náttúrunni, nýta það til vöru og framleiðslu, nota vöruna og farga því loknu. Án þess, en vitulegra væri og skynsamlegra og hagkvæmara í raun og veru að horfa á það hvernig við getum haldið þessum hráefnum áfram virkum inn, verðmætu hráefnum áfram virkum inn í hringrás, lokaðri hringrás. Nú, mér langar að draga hérna upp 2 myndir sem sýna í raun og veru þær áskoranir og tækifæri sem í þessu felast og byrja á smá svona sögulínu og það nefnilega þannig að reglur sjálfbærni koma ekki úr tómarúmi. Og með smá einföldun má segja það að saga nútíma stjórnarhátta hefur byrjað í kringum 1929 við heimskreppuna sem átti sig upp í Bandaríkjunum. Nú það gerist ýmislegt næstu áratugi eftir en þessi stjórnarhættir sem við þekkjum í dag þeir þráast gjarnan áfram líka í tengslum við áföll eins og til dæmis við hrun Enron og fleiri alþjóðlegra fyrirtækja í kringum árið 2000 og í kjölfar alþjóðlegu fjármálakreppunar 2008. Nú, svo tekur kannski við annað tímabil upp úr 1990 en þá mikið að gerast í þróun reglna og viðmiða varðandi markaðsmisskiptum með verðbréf, hlutabréf og skuldabréf. Það eru settar ítarlegri reglur skráningu slíkra pappíra, viðvarandi upplýsingaskyldu, bann við misnotkun innherjaupplýsinga og svo framvegis. Á sama tíma mikið að gerast í neytendavernd á þessu markaði. Það gerður skýrari munur á fagfjárfestum og almennum fjárfestum einstaklingum og stóraukin neytendavernd sérstaklega varðandi þessa almennu fjárfesta. En allt hefur þetta það markmiði að auka gegnsæi og traust í viðskiptum sem eins og við þekkjum náttúrulega stór hluti af skilvirkum og arðsömum viðskiptum. Nú þessi þróun heldur áfram og það byrjar sjálfbærni upplýsinga. Það gerist í raun og veru 2014 með fyrstum reglum Evrópusambandsins svokallar ófjárhagslegar upplýsingar sem við köllum sjálfbærni upplýsingar í dag. Og þar tengist ýmislegt annað inn og þetta ekki bara evrópsk þróun, heldur hefur til dæmis alþjóða reikningsskilaráðið gefið út reglur í þessu sviði sem eru til innleiðingar í mörgum löndum, svo sem Bretlandi, Kanada, Ástralíu og víðar. Og svo það sem langar aðeins að fókusera hérna á, það þetta síðasta, reglur sjálfbærni í virðiskeðjum. Og það einmitt þetta regluverk hérna og fjólubláu bólurnar sýna okkur þetta regluverk sem við þekkjum svolítið vel sem gengur út á að tengja fjármagn, stofnanafjárfesta eins og lífeyrissjóða, banka og verðbréfafyrirtækja við fjármögnun sjálfbærra fyrirtækja. En mér langar að draga þarna athyglinina að þessum 5 gulu bólum sem eru reglur sem þegar hafa verið settar og þessi gráar reglur sem eru í smíðum sem varða í raun og veru raunhagkerfið beint. Fyrirtækin sem eru í framleiðslu raunhagkerfinu og þeirra virðiskeðjur. Og í raun og veru allt eru þetta reglur í sjálfu sér sem við innleiðum í gegnum EES-samninginn þannig að það varða okkur í sjálfu sér beint. En tímans vegna þá ætla ég bara að staldra við 2-3 tilskipanir. Nú, fyrst það Deforestation Regulation sem það tekur gildi og ég hef þetta bara á ensku en þess að íslensku þýðingarnar eru kannski ekki kunnar en þá. Hún tekur gildi í árslok 2025 og hún varðar íslensk fyrirtæki beint og hún mælir fyrir það má ekki flytja inn hráefni til Evrópusambandsins eða vörur eða þaðan út sem eru unnar með hráefni sem búið til á svæðum þar sem villtu skógar hafa verið ruddið síðastliðin 10 ár. Og þetta fullt af vörum sem við þekkjum vel, kakó, kaffi, timbur, leður, sojabönir og palmolía.
Og palmolía eitthvað sem við þekkjum kannski ekki mikið svona í praxís, en hún í flestum vörum sem við notum eins og mjög mörgum snyrtivörum, hreinlætisvörum og matvælum. Nú önnur reglugerð sem vert að nefna í þessu sambandi, það Forced Labour Regulation sem tekur gildi í árinu 2027 og hún svipað á Deforestation Regulation. Hún bannar innflutning til og frá Evrópusambandinu á vörum þar sem einhver hluti framleiðslunnar unnið með þvinguðu vinnuafli, eins og þess útskýrt í alþjóðaviðmiðum. Það að segja þrælahaldi, þvinguðu vinnuafli almennt eða barnaþrælkun. Og þarna þurfa fyrirtækin að bara þekkja sína virðiskeðju og þetta getur náttúrulega truflað virðiskeðjurnar ef eitthvað út af bregður og það mjög mikilvægt fyrir fyrirtæki að skoða þessar reglur og fleiri og greina varðar þetta mig, þetta eitthvað að trufla með rekstur, en líka kannski þarna tækifæri, geti skapað með samkeppnisforskot eða búið til lausnir sem að gagnast öðrum fyrirtækjum í þessu sambandi. Nú, þá það kannski af hinni stuttmyndinni sem langaði að sýna ykkur og það það sem við köllum á íslensku hringrásarvædd virðishæð, value hill. Og hérna sjáum við í raun og veru upphæðina sem í raun og veru bara hefðbundin línuleg framleiðsla, þar sem við vinnum hráefni, framleiðum, setjum saman og notum og svo annarkvort brennum við eða urðum. En það búið að hanna hér öllu skynsamlegri og svona hagkvæmari leiðir til þess að halda hráefninu í hringrásinni og við könnumst við þetta söfnun, flokkun, úrvinnsla og endurvinnsla og þarna sorpvinnsla algjör þrautalending. En það kannski í þessum ferlum hér á milli sem mjög einföldu mynd og þetta kemur svolítið inn á þessu Sævar að segja, sem að töfrarnir og tækifærin liggja. Vegna þess að útgangspunkturinn þarna að hanna strax í upphafi, þurfum að hanna vöru eða þjónustuferil, hanna sóunum og út strax í upphafi til þess að viðhalda verðmætu hráefnum í lokuðu hringrásarkerfi eða endurheimta þetta verðmæta hráefni. Og þarna erum við með margar þekktar lausnir, við erum byrjuð á þessu mörgu leyti í dag, en það miklu fleiri lausnir sem bíða þess að vera fundnar upp, markaðssettar og seldar á markaði. Og hér geta íslensk fyrirtæki, og við þekkjum það vel hjá Festu, mörg góð dæmi, án efa hasla sem frekari völl. Við þekkjum mörgur góðar sögur sem að óþarf að rekja hér úr sjávarútveginum og fullvinnslu afurða þar og tengdri tækni, en við getum alveg klárlega notað okkar þekkingu og snerpu á fleiri sviðum. Og hér getur án efa smæðin og stutta boðleiðir og þessi hefð okkar fyrir að vinna þvert á geira í litlu samfélagi gagnast okkur, eins af frumkvöðlakraftur sem býr í svona íslenskri menningu og hér geta líka lítil fyrirtæki og nýsköpunarfyrirtæki nýtt sína sérstöðu en þau eru gjarnan með minna þarna fjármagn bundið í hefðbundum sínum framleiðsluferlum, línulegu framleiðsluferlum heldur en stór fyrirtæki. Og það alveg öruggt mál, við þekkjum náttúrulega góða nýsköpunarklasa hér á Íslandi, við getum eflaust nýtt þá meira og eða stofnað samhliða fleiri klasa á því sviði. Nú, ég vona að þessar tvær stuttmyndir hafi kveikt ykkur hugmyndir hjá okkur hérna í salnum og varpað svona skýrari fókus á tækifæri. Og ég veit að okkur býður hérna eins og Elva nefndi hlaðborð spennandi erinda, innihaldsríkra erinda og ég hvet bara ykkur til þess að hugsa núna bara undir þessum erindum öllu saman, hvar geti mín tækifæri leiði, hvar get ég gert betur, hvar getur mitt fyrirtæki skapað eitthvað nýtt og þar liggja án efa einhverjir óuppgötvaðir einhyrningar. Þannig að ég segi bara, gjöru svo vel, verði okkur góðu. Jæja, Tómas, við ætlum aðeins að fá að stoppa þig áður og ríkur á sviði. Þannig að hann Tómas búinn að vera, eins og ég sagði áðan, stjórnarformaður Festu í 5 ár, lengst allra sem hafa gegnt þessu hlutverki og hann búinn að vera stjórn hjá okkur í 7 ár. Þar sem hann núna að fara að láta þessu hlutverki, það langar okkur að þakka þér alveg kærlega fyrir Tómas. Þú hefur sinnt þessu hlutverki af mikil einurð og miklu metnaði, eins og sjá má bara endurspeglast í okkar störfum. Þannig að mér langar þess að biðja ykkur öllum bara í svo sæti og gefum Tómasi gott klapp. Takk fyrir. Ég átti nú ekki von á þessu, ég þakka bara kærlega fyrir mig og hlakka bara til áframhaldandi samstarf. Takk fyrir.